Núna ætlum við að ferðast með bragðlaukunum og það er bao frá Hong Kong. Oftast er notað svínakjöt en ég ætla að nota kjúkling. En nú erum við búin að gera deigið og láta það hefast í sirka svona 2 tíma. Og meðan getum við byrjað á kjúklingafyllingunni. Og hérna erum við kjúklingakjöða. Við viljum hafa smá fitu með til að vera mjúkir og ljúffengir inn í brauðinu. Setja það á pannuna. Eins og hitinn að koma rólega upp. Þannig að kjúklingurinn er að steikjast, skerum við grænmeti fínt. Má rauninni verið hvaða grænmeti sem er. Það þarf að vera chili og það þarf að vera hvítlaukur. Svo kryddum við fyllingarna með ostrasósu, sojasósu, fiskisósu og smá sesamolíu. Smjör. 1 eggjara, 1 teski hveiti. Þetta verður gljáinn. Látum smjörið mýkjast. Þannig að kjötið verður tilbúinir. Best er að losa það beinunum bara með skærum og leyfum beinunum að vera í. Það fáum ekstra kraft í sósuna. Það bætum við grænmetinu okkar. Bragðgott. Það er ekki alltaf að vera fullkomnið í útliti. Annars skemmir þetta fyrir. Sprauta smá smjöri. Hérna er þá kjúklinga bakaðir bönn eða bao ættaðir frá Hong Kong og eins og núna með kjúkling.